Komið sæl og velkomin á 257. fund sveitarstjórnar Dalabyggðar sem haldin í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal á Vanda. Fyrst ætlum við að leggja til breytingu á dagskrá en lagt til að mál númer 230802 deiluskipulagi Búðardal verði tekið á dagskrá og verði dagskráliður númer 4. Lagt til að mál númer 250402F fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar fundur númer 156 verði tekin á dagskrá og verði dagskráliður númer 9. Lagt til að mál númer 250102 fundagerði samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 2025 verði bætt á dagskrá og verði dagskráliður 11. Og aðrir dagskráliðir raðist í samræmi við framagengt. Einhver með athugasemdir þetta? Nei, það skoðast á samþykkt. Þá göngum við í dagskráliðina. Fyrsta mál á dagskrá könnunarviðræður Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Lagt fram bréf dagsett 5. maí 2025 frá verkefnisstjórn vegna óformlega viðræðna hugsanlega sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra sem staðið hafa yfir frá því upphafi árs. Inniheldur bréfið niðurstöðu viðræðna og tillögu verkefnisstjórnar til sveitarstjórnar. Ég ætla að bera hérna fram tillögu bókun áður en ég gef orðið laust. Tillagan eftirfarandi. Í bréfi dagsettu 7. maí 2025 leggur verkefnisstjórn óformlega sameiningarviðræður Dalabyggðar og Húnaþings vestra til við sveitarstjórnir sveitarfélaganna tveggja að gengið verði til formlega viðræðna sameiningu samkvæmt 119. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki fyrir sitt leyti að hefja formlegar sameiningarviðræður við sveitarstjórn Húnaþings vestra samkvæmt 119. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Sveitarstjórn skipar eftirtalda 2 aðalfulltrúa og til vara í samstarfsnefnd sem skal kanna möguleika á sameiningu sveitarfélagana. Aðalfulltrúa Dalabyggðar í samstarfsnefnd verði Ingibjörg Þórunn Steinudóttir og Skúli Hreinn Guðbjörnsson. Varafulltrúar Dalabyggðar í samstarfsnefnd verði Þuríður Sigurðardóttir og Guðlaug Kristinsdóttir. Með samstarfsnefndinni starfi Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri. Sveitarstjórn beinir því til samstarfsnefndar að stefnt verði að kosningu sameiningu eigi síðar en desember 2025. Samstarfsnefnd skal leita eftir sjónarmiðum og hugmyndum íbúa, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila við undirbúning tillögu sem lögð verður fyrir íbúa í atkvæðagreiðslu. Samstarfsnefnd falið að gera verk og tímaáætlun fyrir verkefnið og sækja framlega úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að standa straum af kostnaði. Hver sem vill ræða þessa tillögu? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn, mér langar nú bara að þakka fyrir þá vinnu sem að óformlegi hópurinn sem hefur skilað af sér og var leiddur af KPMG, mikið af góðum upplýsingum þarna. Og ég lýsi yfir stuðningi við þessa tillögu og held að þetta sé bara heillavænlegt skref að fara með þetta yfir á þetta formlega ferli sem að endar þá bara með ákvörðun íbúanna í hvoru sveitarfélagi fyrir sig það hvort að verður samin eða ekki og svo ákvörðun verður þá bara tekin fyrir árslok á þessu ári. Því það er líka jafnframt rétt að minna á það að flest okkar hér inni töluðum það í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna 2022 að þetta kjörtímabil færi í það að ræða sameiningarviðræður og sameiningu við annað sveitarfélag. Og ef mig misminnir ekki þá eru sennilega 375 dagar í sveitarstjórnarkosningar, cirka bát núna. Það verða miðjan maí á næsta ári. Takk Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka máls? Mér langar bara sjálf að segja að ég var sjálf í þessum starfshóp og bara virkilega góð vinna sem hefur farið þar fram og allar tölur sem hefur farið yfir og upplýsingar bara benda til þess að þessi samning geti orðið heillavænleg fyrir bæði sveitarfélög. Þess vegna styð ég það heils hugar.
Ég legg þá fyrir fundin bókunina sem ég las upp áðan og þá tillögum að vísa þessari umræðu, vísa til seinni umræðu í sveitarstjórn. Það að taka þessu umræðu aftur á næsta fundi. Þeir sem eru samþykki bókuninni gefa merki og það samþykkt samhljóða. Næst það dagskrárliður númer 2, lánasamningur 2024-2025, lánasjóður sveitarfélaga. Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, hér liggur fyrir á dagskrá þessa fundar texti varðandi að ganga á lánsheimild okkar, Dalabyggðar hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna framkvæmda við íþróttamannvirki hér í Búðardal. Lánasjóðurinn gaf út vilyrði fyrir lánveitingu upp á allt að 950 milljónir króna þegar farið var af stað. Nú þegar höfum við gengið á 280 milljónir af þeirri upphæð, þannig að það eru 670 milljónir eftir af þeirri lánsfjár heimild sem að sjóðurinn lofaði okkur. Og hér farið fram á það við sveitarstjórn að gefa vilyrði fyrir því að við göngum á lánsheimildina fullu á árinu 2025, þó svo við gerum það mögulega í 2 skrefum. Við erum að fara yfir útfærslu á því með lánasjóðnum og fara yfir vaxtakjör og annað slíkt, en til að geta haldið því áfram þá þurfum við að hafa heimild og fulla samþykki sveitarstjórnar Dalabyggðar fyrir því. Við höfum nú þegar greitt vegna verksins hér handan götunnar á miðbrautinni 432,5 milljónir og höfum tekið þá af okkar eigin fé þar sem að mismunurinn á þeirri tölu og 280 milljónir eru og og þrátt fyrir það höfum við ekki þurft að grípa til neinnar sérstakra ráðstafana annara. Auðvitað höfum við verið að selja eignir og létta á rekstrinum okkar með einum og öðrum hætti og hefur það gert okkur það kleift að greiða það sem að mismunurinn hljóðar upp á. Það eru stórir framkvæmdarmánuðir framundan. Núna vegna aprílmánuðar til dæmis munum við þurfa að greiða 20. maí næstkomandi 108 milljónir rétt rúmar. Þannig að það er fullt til þess að fara að ganga á lánsheimildin okkar hjá lánasjóðnum. Þannig að tillaga að bókun til sveitarstjórnar Dalabyggðar er svohljóðandi að undangengnum samskiptum við Lánasjóð sveitarfélaga. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki hér með á 257. fundi sveitarstjórnar að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 670 milljónir króna á árinu 2025 með þeim lánaskilmálum sem býðst á þeim tíma sem lántakan fer fram. Sveitarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu innan svega höfuðstól uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar lokast standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins og jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til byggingar íþróttahúss í Búðardal sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Birni Bjarka Þorsteinssyni sveitarstjóra kennitala 0407685059 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánsamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengist lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Lýkur hér með upplestri á tillögu að bókun sem samkvæmt í rauninni fyrirmælum og tilmælum sem að sveitarfélögum ber að hafa í sínum bókunum þegar til lántöku sem þessar stofnað. En ég svarar spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk Bjarki. Einhver sem vil ræða þennan lið? Svo virðist ekki vera. Þá legg ég bókunina sem Bjarki las upp hér áðan til samþykktar fyrir fundin. Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Og hún samþykkt samhljóða. Næst dagskrárliður númer 3, 24.10.09 fjallskila samþykkt. En á 255. fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar fór fram fyrri umræða
uppfærða fjallskilasamþykkt Dalabyggðar og var nú þar afgreidd til seinni umræðu. Framlagt erindi frá fjallskilanefnd Hvammsveitar og fjallskilanefnd Saurbæjar vegna málsins. Einhvers vil ræða þennan lið? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir góðir sveitarstjórnarmenn. Við höfum verið hérna með vinnu í gangi í vetur að endurskoða fjallskilasamþykkt fyrir Dalabyggð og það var haldinn fundur snemma í apríl með fjallskilanefndum og eitthvað hefur verið rætt heima í fjallskilanefndunum núna síðustu vikurnar. Og það komið hér inn á fundin núna allavega bréf bæði frá fjallskilanefnd Hvammsveitar og fjallskilanefnd Saurbæjar. Og umræðan hefur aðeins snúist það hvort eigi að flýta göngum hér í norðurhólfinu frá því sem að gildandi fjallskilasamþykkt kveður á En ég minni þá á að sú umræða snýst það hvort leit eigi að vera laugardaginn 13. september í haust eða laugardaginn 20. Í fyrra var laugardaginn 14. Þannig að þetta snýst það hvort eigi að færa leit fram einn dag. Eða breytt fjallskilasamþykkt, hún tekur á breyttum dagsetningum varðandi skipulag leita. Og það sem þetta breytta skipulag snýst það að seinni leit fari fram í síðasta lagi í lok september og sé ekki að fara fram þegar komið fram í október. Og skilarétt getur þá mögulega orðið í síðasta lagi 1. október. Ég hef alveg heyrt gagnrýni á þetta og menn þarna sjá kannski ekki kostina í þessu. En ég vil minna á það og ætla að rifja upp að í fyrsta skipti sem ég fór í leit, sennilega laugardaginn 4. október 1996, 12 ára gamall, í sótsvartri norðanstórhríð fremst fram á fjalli. Það var ekkit sérstaklega skemmtilegt og oftar en ekki man ég þessar októberleitir í krapi eða snjó og leiðindafæri. Ég held að sé hagur allra að reyna að flýta göngum og vera búin að þessu í september. Því þetta snýst líka bætta bústjórn. Þetta snýst það að afurðastöðvarnar eru að greiða hærra verð fyrir hlutana í september. Og ég held að þeir sem eru á móti þessu ættu að setjast niður og reikna hvert tekjutapið af því að smala ekki á tilsettum tíma og reyna að nýta þær yfirborganir sem eru verið að bjóða í sláturhúsunum. Og eins og vorið fer á stað núna, vorið 2025, gjörólíkt vorinu 2024. Maður jafnvel fann að halda að það komi kannski sumar í sumar. Ég fer að koma ekkert sumar. En það er 8. maí í dag og það er víða góðan gróður og maður fann að sjá grænan lit víða í úttaga. Ég ætla bara að fullyrða það að sauðfé verður ekki að bæta sig þegar það kemur fram í september í úttaga haustið 2025. Vegna þess að það er ekki snjór til fjalla, fé verður ekki að hækka sig upp í nýgræðing fram eftir hausti, gróðurinn verður fallinn snemma í september. Og það sem gerist þá er að gripir byrja að leggja af. Og þú þarft að eiga þá betri beit til þess að gæði gripana verði sem best, þannig við séum að framleiða sem besta vöru þegar það kemur fram eftir septembermánuði í sláturhús. Og ég ætla að minna á orð Steinþórs Skúlasonar á fagfundi sauðfjárræktarinnar 2024, þar sem hann talaði helst að svona bragðgallar í kjöti þeir væru kannski að koma fram í kringum mánaðamóti september-október í ákveðnum holdfylgningaflokki sem er svona vísbending kannski lömb sem eru komin í aflögn vegna þess að beitin er ekki góð og er að koma úr úttaga of seint og það er ekki til beit heima. Það snýst allt það að bæta bústjórnina og reyna að hámarka tekjurnar sínar og nýta þau tækifæri sem við höfum heima á hverju búi. Nú er ég sjálfur í hagsmunagæslu og formaður deildar sauðfjárbænda hjá Bændasamtökunum. Ég hef líka starfað sem ráðunautur frá árinu 2011.
og ég get sýnt fram á það með ógrynn af gögnum að kostirnir við það að smala fyrr, þeir eru miklu meiri heldur en verið geyma fé í úttaka fram eftir öllu hausti. Og séu menn ósammála mér, þá vil ég að menn sýni fram á það með gögnum. Því oft á tíðum þetta kannski bara óttinn við breytingar og hræðsla. Ég held að við þurfum að stíga þetta skref, að reyna að bæta bústjórnina og sjá tækifærin, en ekki vera bara föst á móti að þetta sé einhver breyting. Þetta snýst bætta bústjórn og þetta snýst það að komast út úr því að vera smala í október. Eins og ég bent á í bréfunum að óttast það að menn sleppi aftur í úttaka. Það er ekkert sem bannar það í dag og alveg þekkt að menn geri það og ekkert sem bannar það. En ég held við ættum að reyna að stuðla því og sveitarfélagið ætti að stuðla því að bæta bústjórn. Það eru komna fram óskir það að þarna leit verði 13. september í haust. Og ég held kannski við getum ekki klára seinni umræðu þarna fjallskilasamþykktin akkúrat hér og nú í dag. En þetta er eitthvað sem þarf að ræða á næsta fundi sveitarstjórnar í júní og taka ákvörðun En ég ætla að láta staða numið hér. Takk Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka til máls? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilreynendur. Ég vil byrja á að þakka þeim sem hafa komið að þessari vinnu við gerð nýrrar tillögu að fjallskilasamþykkt Dalabyggðar. Við áttum góðan fund með fulltrúum fjallskilanefndanna í aðdraganda þess að fyrri umræða var tekin og höfum síðan í millitíðinni bæði rætt efni hennar í byggðaráði og atvinnumálanefnd ræddi samþykktina hér fyrir í vikunni og einnig höfum við fengið eins og sést í fylgigögnum þessa fundar erindi frá 2 fjallskilanefndum núna á síðustu dögum. Og einnig þakka Eyjólfur fyrir ágæta yfirferð hér fyrir svona helstu ástæðum þess að við erum að ræða hér tillögu að uppfærðri fjallskilasamþykkt. Einnig vil ég segja að við höfum sent atvinnumálaráðuneytinu uppfærða fjallskilasamþykkt Dalabyggðar til yfirferðar og óskað eftir áliti þaðan hvort að ráðuneyti vill veita umsögn samþykktina. Það hefur ekki borið svar ennþá, þannig að ég vil leyfa mér að einmitt eins og Eyjólfur nefndi hér að við vísum seinni umræðu til næsta fundar sveitarstjórnar, þannig að það liggi fyrir áður en við tökum endanlega ákvörðun og afstöðu sjónarmið og skoðun ráðuneytisins á þeirri samþykkt sem við erum búin að vera að fjalla og erum með hér til umfjöllunar. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti og aðrir sveitarstjórnarmenn, mér langar að koma bara með aðra svona örstutta tillögu og mér langar bara að beina þið til skrifstofu Dalabyggðar að hafa samband við allar þessar aðliggjandi fjallskilanefndasvæði hér fyrir norðan girðingu og fá svar frá þeim varðandi leitardagsetningar í haust fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Því þetta er eitthvað sem þarf að ákveða og taka afstöðu til í júní. Takk Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá ber ég fyrir fundin tillögu Bjarka að fresta umræðu fjallskilasamþykkt þang til á júnífundi. Þeir sem samþykki því gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta dagskrá er dagskrárliður númer 23.08.002 deiluskipulag í Búðardal. Fyrirgefðu. Heyrðu, við ætlum að fara aftur í dagskrárliður númer 3. Ég gerði mig ekki alveg grein fyrir ég ætla að samþykkja hana. Heyrðu, við ætlum að leggja fyrir fundin tillögu hans Eyjólfs að fela starfsfólki Dalabyggðar að hafa samband við aðliggjandi fjallskilanefndir upp á þeirra dagsetningar í leitum í haust. Þeir sem eru samþykki því gefur merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá ætlum við í dagskrárliður númer 4, fyrirgefur þetta Eyjólfur.
Deiluskipulag í Búðardal. Umhverfis- og skipulagsnefnd bókaði eftirfarandi á 157. fundi sínum. Til afgreiðslu fyrirliggjandi tillaga að deiluskipulagi í Búðardal. Að ræða skipulagssvæði norðan miðbrautar sem tekur til íbúðabyggðar IB2 og IB3 við Búðabraut, Dalbraut, Gunnarsbraut og Sunnubraut. Aðliggjandi svæði fyrir samfélagsþjónustu S14 sem reitur dvalarheimilsins Silfutúns. Einnig að ræða miðsvæði M1 norðan miðbrautar og aðliggjandi opinsvæðis OP9. Skipulagssvæði sunnan miðbrautar tekur til íbúðabyggðar IB5 við Ægisbraut og Stekkjahvamm og aðliggjandi opinsvæði OP4 suðvestan skólasvæðisins og Dalabúðar. Deiluskipulagið nær inn á útivistarsvæði OP3 með framströndinni. Tillögurnar teknar fyrir að lokinni auglýsingu samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga með lagfæringum samanber samantekt vegna framkominna athugasemda. Einhver sem vil ræða þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar? Bjarki, gjör svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur og þakka fyrir þessa yfirferð og upplustur á bókun umhverfis- og skipulagsnefndar frá því í gær og það er ákveðin tímamót hjá okkur að vera að taka þessi deiliskipulög 2 hér til afgreiðslu og það bárust ábendingar, fyrirspurnir og athugasemdir sem hefur verið tekið tillit til sumra að ákveðnu leyti og í fylgigjöfnum þessara fundagerðar í rauninni fylgja greinagerðir 2 sem verða birtar opinberlega með fundagerðinni þar sem að sjást svör og viðbrögð nefndarinnar og okkar skipulagsfulltrúa við þeim ábendingum sem komu fram. Þannig að það er búið að fara yfir þær og gaumgefa hvernig og við hverjum átt að bregðast og síðan að útskýra líka og rökstyðja varðandi aðrar ábendingar sem að komu, allt réttmætar, athugasemdir, ábendingar og allt það og ég vona svo sannarlega að þetta komið síðan í gegnum ferlið hjá skipulagsstofnunina og ég vil líka nefna í leiðinni að núna er orðið lögformlegt og samþykkt deiliskipulagið fyrir Hvammana, þannig að við sitjum í loftið á allra næstu dögum frétt það og yfirlitskort af þeim lóðum sem þar ræður og það deiliskipulag sem þar ræður og þetta er líka mikilvægur áfangi sem að við náðum þar og við munum segja rækilega frá því hvaða lóðir eru til boða í kjölfar þá byggðarráðsfundar 5. júní næstkomandi því byggðarráð þarf að taka ákvörðun hvaða lóðir skuli auglýsa og fyrst og annað slíkt og í rauninni hvort að við eigum að reyna að opna samtal við mögulega verktaka ákveðna uppbyggingu á ákveðnum svæðum. Þannig að allt þetta þarf byggðarráð að ræða og við hér við þetta borð, þar að segja sveitarstjórn, kjörnir fulltrúar, að því að það er svo sannarlega þörf á því að það verði byggt hér hjá okkur íbúðarhúsnæði því að ef þið farið inn á fasteignavef fjölmiðlanna og sláið inn postnúmeri 370 þá er þar ein eign á söluskrá hesthús sem er hér upp í hesthúsakörn. Það er ekki ein einasta íbúð eða hús á söluskrá í dag. Þannig að þetta er mikilvægt og dýrmætt en við svörum að sjálfsögðu spurningum sveitarstjórnarmanna ef einhverjar eru, ég og formaður umhverfis- og skipulagsnefndar en aftur að þá vil ég þakka bæði nefndinni og skipulagsfulltrúa sem og þeim íbúum sem rýndu þetta skipulag fyrir góð samskipti. Takk. Takk, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég fyrir fundin bókun umhverfis- og skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 5 er 25.05.005. Aðalfundarboð fjárfestingafélagsins Hvamms. Framlagt er fundarboð á aðalfund fjárfestingafélagsins Hvamms. Fulltrúar Dalabyggðar í stjórn fjárfestingafélagsins eru nú Ingibjörg Þórunn Steinudóttir og Garðar Freyr Vilhjálmsson. Ingibjörg hefur óskað eftir að ganga úr stjórn fjárfestingafélagsins og fyrir liggur til að fyrir fundin að Einar Jón Geirsson taki hennar sæti. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það vil einhver ræða tillögun, afsakið. Það er ekkert að ræða það. Það er samþykkt. Einhver sem vil ræða þetta? Nei.
og þá var það bara samþykkt. Næst það fundagerðir til kynningar. Dagskrárliður númer 6 byggðar á Dalabyggðar, fundur 335. Einhversu vill ræða þessa fundagerð? Nei. Dagskrárliður númer 7 fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 140. Einhversu vill ræða þessa fundagerð? Nei. Dagskrárliður númer 8 atvinnumálanefnd Dalabyggðar, fundur 53. Einhversu vill ræða þá fundagerð? Nei. Svo það dagskrárliður númer 9 umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 156. Einhversu vill ræða þessa fundagerð? Dagskrárliður númer 10 fundagerðir samband íslenska sveitarfélaga 2025. Einhversu vill ræða þær fundagerðir? Nei. Og dagskrárliður númer 11 fundagerðir samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Einhversu vill ræða þær? Nei. Þá það máltilkynningar frá sambandsþingi UTN, þakkabréf og ársskýrsla. En framlagt bréf frá sambandsþingi UTN til Dalabyggðar og ársskýrsla sambandsins fyrir árið 2024. Einhversu vill ræða þetta bréf? Bjarki, gjör svo vel. Oddviti sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur, bara örstutt ánægilegt að fá þetta erindi frá sambandsþingi UTN og ég velti fyrir mig hvort að sveitarstjórn Dalabyggðar ætti ekki að senda á móti hamingjóskir til UTN sem núna orðið fyrirmyndafélag ISI sem náttúrulega ekki sjálfgefið að takist í svona starfsemi eins og ræðir. Þannig að ég vil leyfa mér að gera það tillögu mín að við sendum heillaóskir tilbaka til stjórnar og félagsmanna UTN með þann merka árangur. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég fyrir fundin tillögu Bjarka, þeir sem eru samþykkir henni gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það liður 13, skýrsla sveitarstjóra 2025. Gjör svo vel Bjarki. Oddviti sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur, nokkrir mólar frá mér. Hér reyndar verið stútfullt af rauðum dögum frá því að sveitarstjórn fundaði síðast en engar síður eitt og annað sem hefur drifið á dagana sem betur fer hjá okkur hér starfsmönnum Dalabyggðar. Íbúafjöldin okkar núna með að við 2. maí síðastliðin komin í 675 og það var ánægjulegt að sjá yfirferð og samantekt á vef Skessuholts í dag að við erum eitt af þeim sveitarfélögum á Vesturlandi sem hefur fjölgað hlutfallslega mest í frá áramótum síðustu. Þar áramótin voru íbúar Dalabyggðar 663, þannig að okkur við fjölgað 12 frá því áramótum, þannig að vonandi heldur það áfram. Svo vil ég næst nefna vel heppnað árshátíð Auðaskóla sem fór fram 10. apríl síðastliðinn, sem heppnaðist afar vel í alla staði og ástæða til að hrósa öllum þeim sem að komu, bæði nemendum og starfsmönnum skólans. Og það var húsfyllir í Dalabúð, þannig að þetta var ánægjuleg stund í félagsheimilinu okkar. Framkvæmdir ganga sem fyrir vel við íþróttamannvirkjun okkar, byrjaði að klæða íþróttasal hússins og gleðilegt að sjá þróun mála hvern dag og hér á fyrra fundinum samþykkti sveitarstjórn frekari lántöku vegna verkefnisins frá Lánasjóði sveitarfélaga. Allt í raun samkvæmt áætlun hvað kostnað varðar og verkið sjálft 2 vikum eftir áætlunin, engin ástæða þykir enn til þess að ræða einhverja seinkun á heildarverktíma. Lokapunkturinn sem fyrr áætlaður 4. febrúar 2026 og markmiðið enn og verður að sú dagsetning standist. Glæsileg jörfagleði fór fram dagana 24. til 27. apríl síðastliðinn. Það var fjöldi viðburða sem var haldinn af ýmsum toga og var eftirtektarvert að sjá hve mikið var lagt í hátíðina og mæting á viðburði góð. Vil ég þakka öllum þeim sem komu að undirbúningi og framkvæmd og ekki síst menningarmálanefnd Dalabyggðar og verkefnastjóra. Svona atburðir þeir krefjast góðs og vandaðs undirbúnings og gerast ekki af sjálfur sér. Það á hreinu. Unnið nú að því að endurnýja jafnlaunavottun okkar í Dalabyggð, allnokkur tími og vinna fyrir það verkefni sem ég vil leyfa mér að setja spurningu við hverju skili þegar upp staðið því sveitarfélög eins og aðrir opinberir aðilar eru bundnir að kjaraumhverfi því sem samið um, þannig ekki á að vera svigrúm til að mismuna starfsmenn út frá kyni eða öðrum þáttum.
Ég veit ég tala fyrir munn ýmissa kollega minna þegar ég leiði mér að spyrja gagn þessa kerfi sem jafnlaunavottun er. Útboð vegna úrgangsmála nú í undirbúningi og höfum við átt fundi með aðilum varandi umsjón þess verkefnis. Núverandi samningur rennur út í árslok 2025 þannig að stefnt að því að útboð fari í loftið miðjan júní að óbreyttu. Vorfundur, sveitar og bæjarstjóra fór fram dagana 29. og 30. apríl síðastliðinn og var hann haldinn í uppsveitum Árnessýslu í þetta sinn. Það alltaf gagnlegt að hitta kollega, bera saman bækur og ekki síst að upplega hvað að gerast í samfélögum þeim sem við hittumst í hverju sinni. Og það gríðarleg gróska í uppsveitum Árnessýslu og mikið byggt og því nóg að vera í stjórnsýslu þessara 4 sveitarfélaga sem ræðir en gestgjafar okkar voru sveitarfélögin Bláskógabyggð, Grímsnes og Grænishreppur, Hraunamannahreppur og Skeiða og Gnúpverjahreppur. Nær 100 manns tóku þátt í fyrsta samráðsfundi Öruggra Vesturlands þann 7. maí síðastliðinn að Hótel Hamri. Starfsvettvangurinn Öruggra Vesturland var settur á stofn á farsældadeginum fyrir rúmu ári síðan hér á Vesturlandi og að samstöðunum standa rúmlega 20 aðilar, þar af öll sveitarfélögin í landshlutanum, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Mennta- og fjölbrautaskólar á Vesturlandi, Vesturlands prófasstæmi, Íþróttasamböndin, Sýslumaðurinn á Vesturlandi, Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og auk lögreglustjórans á Vesturlandi. Ríkislögreglustjóri styður við verkefni sem hluta af aðgerðum gegn ofbeldi meðal og gegn börnum. Við vorum 3 sem sóttum þennan ágæta fund fyrir hönd Dalabyggðar, þar að segja undirritaðar ásamt verkefnisstjóra fjölskyldumála og lýðheilsufulltrúa. Nú fyrir dag fengum við mjög skemmtilega og góða heimsókn leikskólabarna hingað í stjórnsýsluhúsið þegar þau komu til að heyra hvað við starfsmenn erum að sýsla við dagstælega í okkar störfum. Fyrr í vikunni mættu þau á slökkvistöðina þar sem þau fengu að heyra í sírunum bílanna og ljósin voru kveikt. Það voru minnað slíkt hér en það vöktu athygli bæði gamlir fangaklefar, pappírstætari og annað slíkt. Þannig að það var mjög skemmtileg heimsókn og skemmtilegt samtal. Þannig að við erum sammála það, við starfsmenn hér stjórnsýsluhússins og leikskólabörnin að við sýndum þeim gömlu fangaklefana og það engir bóar lengur í dölunum. Það aflagt. Nú vinnuskóli Dalabyggðar verður starfræktur frá 10. júní og til loka júlí að óbreyttu fyrir unglinga fædda 2008 til 2012. Sigríður Jónsdóttir verður umsjónarmaður vinnuskólans líkt og undanfarin ár og það fagnaðarefni. Umsóknarfrestur til og með 15. maí næstkomandi og vil biðja fólk að athuga að það ekki hægt að tryggja að umsókn sem berst eftir þann tíma verði samþykktar þó við auðvitað reynum að verðast við þeim en það mikilvægt að reyna að vera að koma með fast land undir fætur þann 15. maí. Það vonandi að við fáum ágæta skráningu í vinnuskólan okkar þannig að krakkarnir ná að aðstoða okkur að krafti við að snyrta og hreinsa umhverfið okkar. Svo vil ég nefna að hinn árlega Sturluhátíð verður haldin á Staðarhóli og félagsheimilinu Tjarnalundi laugardaginn 12. júlí næstkomandi og þar verður byrjað á gangum Staðarhólin ásamt fróðu fólki söguna og litast nágrenni frá sjónarhóli sagnarittarans mikla Sturlu Þórðarsonar og síðan að því loknu verður haldið í félagsheimili Tjarnalund þar sem verður vegleg og spennandi dagskrá þar sem meðal annars fyrrverandi forseti Íslands heiðrar okkur með nærveru sinni Guðni T. Jóhannesson. Nú helgina þá sömu verður sumarhátíð Eiríksstaða haldin 12. og 13. júlí og þar verður fjölmargt í boði líka og þemað í ár handrit og handritagerð og þessar hátíðir báðar hægt að fræðast til dæmis á heimasíðu okkar dalir.is. Og síðan hér áðan vorum við að afgreiða deiliskipulagið fyrir Búðardal, þannig að það ánægjuefni og síðan hitt og að samþykkja næsta skref varðandi mögulega sameiningu sveitarfélaganna tveggja, Dalabyggðar og Húnaþings vestra og ég sé á VF Húnaþings vestra að þau eru búin að samþykkja sömuleiðis það að fara í formlegar sameiningaviðræður. Þau voru að funda hér á sama tíma og við og fundagerðin byrjuðu klukkutíma fyrr. Það ekki tímamismunur á milli svæðanna, svo það sé nefnt, þau byrjuðu klukkan 3 en þannig að þau luku fundi klukkan 16:01 sá ég og fundagerðin kom í loftið og þau samþykktu samhljóða eins og Sveitarstjórn Dalabyggðar hér fyrir á fundunum að fara að taka þetta næsta skref sem líkur síðan með þá íbúa kosningu í byrjun desember. Nú sumarinn nálgast og þar meðal annars að skipuleggja starfsemi skrifstofu Dalabyggðar með tillit til orlofsóska og orlofsréttar starfsmanna og við horfum til þess að loka skrifstofunni í það bil 2 vikur eða dagana 23. til 7. ágúst að óbreyttu
og við munum kynna lokun skrifstofunar vel í aðdraganda hennar en jafnframt vakta pósthól og þess áttar ef uppkoma brýn úrlausnarefni meðan lokun varið, þannig að það verður ekki alveg slökkt ljósin og engin starfsemi, heldur svona reynt að draga úr sem mest. Og síðan vil ég að lokum senda í rauninni bara baráttu kveðjur til allra þeirra sem að standa í ströngu þessa dagana við bæði sauðburð og önnur vorverk. Það er að nóg að taka í þeim efnum og vonandi að tíðin reynist okkur hagfelld þó að spáin sé ekkert alveg sérstökum allra næstu daga en það rætist vonandi úr því. Þannig að vonandi ganga vorverkin hér á næstu dögum og vikum vel í Dölum. Takk að sinni. Takk kærlega fyrir þetta, Bjarki. Einhver sem vilja taka til máls varðandi skýrslu sveitarstjóra? Þá er dagskráin tæmd. Næsti fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar verður 12. júní kl. 4 og segjum við þessum fundi slitið. Við göngum frá fundagerð og slíkt eftir að við slítum fundi.